dag langar mig að fjalla þrenningarkenninguna, en hún sannarlega verst fyrir sumum. Hún sannarlega sannleikanum samkvæm eða er þetta villukenning úr Vatíkaninu eins og sumir vilja halda fram? Ástæðan fyrir því að fást við þetta núna svo að það gríðarlega mikið efni á netinu það sem það einmitt fullyrt að það sé slík villukenning. Og það jafnvel fullyrt að ef þú tileinkar þér þessa kenningu þá sért þú að missa af hjálparæðinu. Þú sért bara glataður ef þú tileinkar þér þrenningarkenninguna. Kenningin þrenninguna ekki svo mikið sett fram í ritningunni, heldur hún uppgötuð í henni og við finnum þessar uppgötanir ekki sem einangraðar vísbendingar heldur sem einhvers konar guðleg fingraför sem prentuð eru á hverja einustu athöfn Guðs í gegnum endurlausnar söguna. Hugmyndin Guð sem einn Guð, hún ekki afmáð með þessari uppgötun, heldur dýpkuð. Eins og ritningin hvísli frekar en að hrópa sannleikanum þríeinan Guð. Í 1. Mósebók 6:4 lesum við: Heyr Ísrael, drottinn vor Guð, hann einn drottinn. Þetta einn af lykiltextum sem að Ísraelsmenn nota til að sýna fram á það að það aðeins einn Guð. Og þessi texti megin játning gyðinga og þú munt heyra hann að nota það í samkunduhúsum gyðinga allt til þessa dags. Eins og við vitum þá eru 3 megin trúarbrögð í heiminum sem að hafa Abraham sem föður, gyðingatrúin, íslamtrú og kristintrú. Og þessi 3 trúarbrögð rekja öll sögu sína aftur til Abrahams. Öll eru eingyðis trúarbrögð, það öll kenna að það aðeins einn Guð. En það merkilegt að jafnvel í þessum texta sem að gyðingar nota svo gjarnan til að sýna fram á það einn Guð, í 5. Mósebók 6:4, að þá orðið sem notaði fyrir Guð, það í fleirtölu. Eintölu orðið yfir Guð í hebresku, það orðið El. Og mörg nöfn í Biblíunni hafa nafn Guðs El í sér. Það eins og Elía, sem þýðir Guð drottinn, Elísa sem Guð frelsari, og Daniel, við þekkjum hann, Guð dómari, og Nataniel, svo í nefni einhver nöfn. En til að gera orðið að fleirtölu orði í hebresku, þá bætt aftan á orðið. Vanalega stöfum EM kemur þar yfirleitt í endinguna. Það það sem gerist hér í þessu versi. Það ekki bara notað El fyrir Guð, það notað Elohim sem fleirtalan yfir Guð. Það eins og að segja drottinn vor Guðir í fleirtölu, sem stórmerkilegt. Og takið eftir í Jesaja 44:6 og 8. Enn á aftur lagt áherslu á það að aðeins einn Guð. Svo segir drottinn, konungur Ísraels og frelsari, drottinn allsherjar: Ég hinn fyrsti og ég hinn síðasti og engin Guð til nema ég. Engin Guð til nema ég. Og hér sjáum við það sama, það segir þarna engin Guðir til nema ég. Síðan í vers 8: Skelfist eigi og látið eigi hugfallast, hafi ég ekki þegar fyrir löngu sagt þér það og boðað það, þér eru vottar mínir. Og vottar Jehóva, þeir nota þennan texta til þess að kalla sig vottar Jehóva. Nokkur Guð til nema ég? Nei, ekkert annað hellubjargar til. Ég veit af engu öðru. Samkvæmt þessum versum þá Guð einn. Það eru fleiri texta sem ég hef getað komið með hér í dag, en það nóg að taka í því efni. Við skulum skoða einhverja texta í Nýja testamentinu. Markús 12 frá 28. versi. Fræðimaður kemur til Jesú og spyr Jesú: Hvert æðst allra boðorða? Jesú svaraði: Æðst þetta, heyr Ísrael, drottinn Guð vor, hann einn drottinn. Þannig hann vitnar þarna aftur í 5. Mósebók 6:4 sem ég las rétt á það. Og takið síðan eftir í versi 32.
að hann talar svar Jesú við spurningu hans. Fræðimaðurinn sagði þá við hann: rétt er það, meistari, satt segir þú að einn er hann og enginn er annar en hann. Þannig að Nýja testamentið leggur áherslu á það rétt eins og Gamla testamentið að það sé aðeins einn Guð og enginn annar. En jafnvel í sköpunarsögunni sjáum við Guð í fleirtölu. 1. Mósebók 1:26. Guð sagði: vér viljum gjöra manninn eftir vorri mynd líkan oss. Það er líka Elohim sem sagði það, eða Guðir sagði það. Í Gamla testamentinu finnum við þetta orð til að lýsa Guði yfir 2500 sinnum í stað orðsins El í eintölu. Þá notar hann Elohim í fleirtölu, eins og til að koma ákveðnum boðskap til skila. Og hvers vegna skyldi vera tekið svona til orða? Vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd og sjá maðurinn er orðin sem einn af oss. Og við sjáum þetta líka í Babelsturð þegar Guð ruglaði tungumálunum þeirra, að Guð kom og sá hvað maðurinn hefði gert og segir: gott að vel stígum niður og ruglum tungumál þeirra. Það er í fleirtölu. Og jafnvel í fyrstu bók Gamla testamentisins er Guð kynntur sem einn Guð og engu að síður að þá notast við fleirtölu orðið. Nú hvers vegna lögðu þeir svona mikla áherslu á það að Guð sé einn Guð, að það sé engir aðrir guðir, þrátt fyrir að það eru fleiri en ein persóna í guðdóminum. Það er vegna þess að Egyptar og Grikkir og Rómverjar og Kanverjar, allar þessar þjóðir, tilbáðu mismunandi guði sem voru í ósamræmi hver við annan eða annan og börðust og blekktu hver annan. Og þegar við lesum gríska goðafræði, þá sjáum við að þessi guðir eru jafnvel í átökum við hvern annan og blekkja hvern annan og formæla hver öðrum. Þannig hafa einnig þessi guðir sín yfirráðasvæði eða áhrifasvæði. Það er guð sólarinnar eða vatnana eða hvað sem er, og þeir eru allir í átökum sín á milli. Svo þegar það segir hann einn er drottinn, þá er það eins og að lýsa því að jafnvel þó að þessi fleiri persónur í guðdóminum, þá er þessar persónur guðdómsins frábrugðnar þessum heiðnum guðum sem geta ekki starfað sem ein heild. Persónur guðdómsins eru ekki í átökum sín á milli, heldur starfa sem ein heild en með mismunandi hlutverk. Faðirinn skipuleggur, sonurinn framkvæmir, andinn kemur til leiðar. Einn vilji, mörg hlutverk, aðgreindir í persónu, samræmdir í krafti, vilja og tilgangi. Og þú hefur Guð föðurinn, Guð soninn og Guð heilagan anda, en þeir eru einn Guð. En fleirtölu orðið Elohim er notað aftur og aftur til að útskýra það. Guð er 3 persónur, er einn Guð. Og þú hugsa kannski með þér, hvernig getum við skilið þetta? En þú þarft ekki að örvænta, þó þú skilir þetta ekki til fulls, því eins og segir í Jesaja 55, 8 og 9. Já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir drottinn, heldur svo miklu sem himinin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Þannig að þegar við skoðum hvað orðið opinberar guðdóminn, þá erum við að skoða hluti sem er langt ofar okkar skilningi. Því þetta er stórkostlegur leyndardómur. Það eru fleiri textar sem segja okkur að Guð sé ofar mannlegum skilningi, eins og í Sálmi 145:3. Mikill er drottinn og mjög veggsamlegur, mikilleikur hans er órannsakanlegur. Og Rómverjabréfið 11:33. Hvílíkt djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Og þegar við segjum að við ætlum að útskýra Guð, þá gerir þeir grein fyrir því að við erum að fást við eitthvað sem er langt æðra okkur sjálfum. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða með auðmýkt. Þrenningin er ekki vandamál sem þarf að leysa, heldur leyndardómur. Við munum aldrei skilja til fulls og það er eins og það á að vera. Því Guð okkar er óendanlega meiri en hugur okkar getur borið.
En ritningin opinberar nægilega mikið til að fullvissa okkur kærleika Guðs, nóg til að festa trú okkur í sessi, nóg til að draga okkur nær Guði. Guð sem skapaði alheiminn gekk Galileu og hvíslaði að hjörtum okkar í dag, hann einn Guð og í einingu sinni hann meira en við getum nokkuð tíma skilið til fulls. Við upphaf kristni stóðu menn frammi fyrir mjög erfiðu verkefni að útskýra hvernig Jesús væri Guð og hvernig Faðirinn væri líka Guð og samt varðveitt eingyðistrú. Það það sem að það sé aðeins einn Guð. Vandamáli var enn flóknara þegar að kristnir menn fóru að kenna að heilagur andi væri líka Guð. Og augljóslega vaknaði svo spurning, ef Faðirinn Guð og Sonurinn Guð og heilagur andi Guð, höfum við þá ekki 3 Guði, sem þýðir þá að við höfum fjölgyðistrú. Svo hugmynd að það sé til fleiri en einn Guð eða margir Guðir, það ekki guðlast? Það ekki heiðni í hæstu merkingu þessa orðs? Og þetta vandamál sem frumkirkjan þurfti að glíma við og vegna þessara baráttu komu upp margar mismunandi kenningar innan kristinnar kirkju til að reyna að útskýra hvernig það gæti verið 3 persónur samt varðveitt eingyðistrú. Þá hugmynd að það væri aðeins einn Guð. Einn hópur kenndi að Jesús hefði fæðst sem venjuleg manneskja, en hann var svo óvenjuleg manneskja í lífi sínu að við skírnina var hann ættleiddur í guðdóminn. Með öðrum orðum, hann var maður sem varð Guð, eða ættleiddur sem meðlimur guðdómsins. Þetta hins vegar gerir Jesú óæðri föðurnum og þá hann ekki í eðli sínu Guð sem skapar í raun fleiri vandamál. Nú svo var það kenningin að Guð væri í raun ein persóna sem birtist í 3 mismunandi myndum á mismunandi tímum. Það var til dæmis algengt að þeir sem kenndu þetta sögðu að í Gamla testamentinu birtist Guð sem Faðirinn og í Guðspjöllunum birtist hann sem Sonurinn og á tíma kirkjunar birtist hann sem heilagur andi. Með öðrum orðum, ein persóna á mismunandi tímabilum mannkynssögunnar tók á sig mismunandi myndir, en það eru ekki 3 persónur samkvæmt þeirri kenningu, heldur ein persóna í 3 mismunandi birtingamyndum mannkynssögunnar. Auðvitað skapar þetta gríðarleg vandamál eins og við munum taka eftir þegar við skoðum þetta betur í ritningunni. Önnur kenning sem læddist inn í kirkjuna sú hugmynd að Jesús hafi verið fyrsta sköpun Guðs, sköpun föðurins. Með öðrum orðum, Jesús sköpuð vera. Erfingjar þessara hugmyndar í dag eru vottar Jehóva. Þeir trúa því að Jesús hafi verið fyrsta sköpun föðurins. Þeir trúa ekki að Jesús sé eilífur Guð í orðsins fyllstu merkingu. Og auðvitað skapa það fleiri vandamál en það leysir, því þá eru mikill Guð og minni Guð. Og þá endar þau með fjölgyðistrú. Nú eru múslimar og gyðingar í dag staðfastlega eingyðistrúarbrögð. Þeir standa staðfastlega fyrir þeirri hugmynd að Guð sé einn, það er aðeins einn sannur Guð í einni persónu. Kristni líka eingyðistrú, en kristnin hefur annan skilning á þeirri hugmynd að Guð sé einn. Í kristni ekki litið á einingu Guðs á sama hátt og gyðingar og múslimar, því gyðingar og múslimar trúa því að Guð sé ein persóna. Það þeirra eingyðistrú. En ritningin kennir að Guð sé einn en samt sem áður 3 persónur. Rökrétt að segja að það séu 3 persónur en aðeins einn Guð? Hvernig geta 3 verið einn? Því miður þá eru margir sem komast að þeirri niðurstöðu að kenningin þrenninguna sé í raun af heiðnum uppruna og margir segja að við þurfum að yfirgefa hana og tileinka okkur þá skoðun sem múslimar og gyðingar hafa í grundvallaratriðum, að það sé aðeins ein persóna í Guði. Við skulum skoða texta sem sýna okkur að Guð einn en samt sem áður fleiri en ein persóna. Takið eftir í Jesaja 61:1. Þar kemur það skýrt fram og takið eftir að í þessu versi eru 3 persónur. Þetta einmitt versið sem Jesús hóf þjónustu sína með í Nasaret sem við getum fundið í Lúkas 4. kafla. Og hér segir andi, það einn, drottinn, það eru 2, yfir mér, það eru 3. Andi drottins yfir mér af því að drottinn hefur smurt mig.
Hann hefur sent mig til að flytja nauðstuttum gleðilegan boðskap og til að græða þá sem hafa sundumar í hjarta, til að boða herteknum frelsi og fjötruðu lausn. Og hér eru 3 persónur, andinn, drottinn og mig, sem vísar til Messíasar, sem Jesús. Og einnig í Jesaja 48:16, Guð talaði, hann sagði, komið til mín og heyri þetta, frá upphafi hef ég eigi talað í leyndum. Þegar komið var sá tími að það skildi verða, kom ég, og sjá þetta, nú hefur hinn alvaldi drottinn, það er 1, sent mig, 2, með sinn anda, 3. Aftur sjáum við hér 3 persónur innan guðdómsins. Það eru margir slíkir textar, ekki síst í Jesaja, sem sýna okkur þetta, og skoðum líka í Nýja testamentinu. Matteusarguðspjall 3:16 og 17. Þetta er á þeim tíma sem Jesús skírðist og takið eftir þessum 3 enn og aftur. En þegar Jesús hafði verið skírður, sté hann jafnskjótt upp úr vatninu og þar hafið þið 1. Og þá opnaðist himinin og hann sá, hvað sá hann? Anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og rödd kom af himninum. Hversu rödd var það? Rödd föðurins. Því hann segir, þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Og hversu margir eru þá viðstaddir við skírn Jesú? Það eru 3. Hér höfum við Jesú sem var skírður, andan sem stígur niður yfir hann og rödd föðurins af himni sem segir, þessi er minn elskaði sonur. Og 2. Korinthubréf 13:14, annað vers sem vísar til 3 persóna. Það er blessun sem Páll postuli gefur til að ljúka bréfunum til Korinthumanna. Og það segir náðin drottins Jesú Krist, það er 1 persóna, kærleiki Guðs sem er önnur persóna og samfélag heilags anda sem með öllum. Aftur og aftur í Gamla og Nýja testamentinu hafur þessa hugmyndum 1 Guð 3 persónur. Og í fyrra Pétursbréfi 1 og 2, Pétur postuli Jesú Krist heilsar hinum útvöldu sem eru dreifðir, en útvaldir samkvæmt fyrirvitund Guðs föður, þar hafið þið 1 persónu, og helgaðir af anda hans, þar hafið þið 2 persónur, til að hlýðnast Jesú Kristi og verða hreinsaðir með blóði hans, 3. persóna, náð og friður margfaldis með yður. Og takið eftir í Rómverjabréfinu 8:34, 1 vers í viðbót þar sem við höfum fleiri en 1 persónu innan guðdómsins. Hver sakvellir Kristur Jesús er sá sem dáinn er, og meira en það, hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Ef hann er Guði til hægri handar, þá verður hann að vera aðskilinn einstaklingur frá Guði föðurnum, og ennfremur ef hann er að biðja, þá verður hann að biðja til einhvers. Það þýðir að það er að minnst okkar 2 persónur í þessu versi sem vísa til guðdómsins. Og því er niðurstaðan óhjákvæmileg. Biblían er skýr að Guð er 1, mjög skýr með það. Og mörg vers bæði í Gamla og Nýja testamentinu undirstrika þá staðreynd að Guð er 1. En jafn sannir eru allir þessi textar þar sem talað margar persónur í guðdómnum. Og í sumum versum segir frá Jesú og föður hans og í mörgum versum frá Guð föður, syni og heilögum anda. Nú svo er það þessi vandræða texti í 1. Jónasarbréfi 5:7. Svo margir segja að við megum ekki vitna í þennan texta því að hann vantar í svo mörg handrit. Og það segir, því að 3 eru þeir sem vitna í himninum, Faðirinn, Orðið og heilagur andi. Og þessi 3 eru 1. Það er engin texti sem segir það með skýrari hætti að það séu 3 persónur í guðdóminum, en þessi texti hann fær ekki að standa í friði. Og eins og þið sjáið að þegar þið skoðið þessi vers í íslensku biblíunni, þá er megnið af textanum innan hornklofa, eins og til að gefa til kynna að það sé ekki alveg hægt að treysta þessum texta. En í ensku King James biblíunni finnum við þennan texta í heild og engin hornklofi. Textin var fjarlægður úr mörgum grískum handritum vegna vandamála sem hann virtist valda.
Það er rétt að það eru fáeinar ritningarstaðir sem eru ekki eins í King James biblíunni og svokölluðu meiri hluta grískra handrita sem hafa fundist. En það eru nokkrar ástæður fyrir því. Það svokallaði meiri hluti handrita er í rauninni tiltölulega lítill fjöldi handrita. Það sem kallaði meiri hluti grískra handrita er í rauninni ekki meira en svona 400 af meira en 5.000 grískum handritum. Og með öðrum orðum, það sem almennt kallað meiri hluti er alls ekki samantekt á meiri hluta handrita. Þessi svokallaði meiri hluti er einnig aðal gríski textin sem austur réttrúnaðar trúin notar. Og þeir höfðu hagsmuni af því að breyta eða eyða sumum textum. Fyrsta Jóhannesarbréf í heild sinni er ekki í mörgum varðveittum grískum handritum. Hvers vegna er þá fyrsta Jóhannesarbréf 5:7 í King James biblíunni en ekki í mörgum af þessum grísku handritum sem fyrir eru? Og til að skilja svarið verðum við að skoða sögu þess sem gerðist stuttu eftir að biblían var skrifuð. Á fyrstu árum kristninnar skrifuðu prestar niður kenningar sem þeir sögðu vera kristnar og biblíulegar. Og frá og með dauða apostolana 100 eftir Krist kenndu margir að Jesús væri ekki Guð, eða að Jesús yrði Guð við skýrð sína, eða að heilagur andi væri ekki Guð, eða væri ekki persóna. Kirkjan komst að lokum að samkomulagi kenninguna þrenninguna eftir margar umræður. Þá höfðu þeir ekki lengur neina ástæðu til að fjarlægja fyrsta Jóhannesarbréf 5:7 úr biblíunum sínum, þar sem að það studdi það sem þeir kenndu. En grísk austur réttrúnaða trúin barðist gegn villutrú og hafði átt auðveldara með að berjast gegn henni með því að einfaldlega fjarlægja þennan óþægilega kafla úr biblíunum sínum. En á sama tíma finnum við getið fyrsta Jóhannesarbréf 5:7 frá 200 eftir Krist og allt til fram á 16. öld. En Valdensar áttu sína biblíu sem þeir varðveittu að kostgefni, en það greiddu þeir með lífi sínu fyrir trúfesti sína. Valdensar voru meðal fyrstu þjóða Evrópu til að eigna sína þýðingu á biblíunni. Hundruðum ára fyrir siðaskipti áttu þeir biblíuna á móðumáli sínu. Þeir höfðu ómengaðan sannleika og þetta gerði þá sérstökum skotmörkum haturs og ofsókna. Þeirra biblía inniheldur þennan umdeilda texta. Og þessi biblía var gefin frá einni kynslóð til annarar, allt til siðbóta á 16. öld, þegar mótmælendur þýddu þeirra biblíu á frönsku og ítölsku og svo framvegis. Þessi biblía hefur mikil áhrif á það sem Guð sagði í raun og veru. Og John Wesley og fleiri trúðu, eins og flestir siðbótamenn, að Valdensar væru afkomendur sannkristinna manna og að þeir hefðu varðveitt kristna trú fyrir kristna menn sem trúa á biblíun í dag. Sagan sýnir okkur að rómversk-kaþólska trúin var óþreytandi í viðleitni sinni til að tortíma Valdensum og biblíu þeirra. Það tók þá fram á 17. öld að ljúka hatursfullum árásum sínum, en þeim tókst að varðveita orð Guðs fram á daga siðaskipta. Og nú verðum við að spyrja okkur spurningar: hverjir hefðu mest að vinna með því að bæta við eða taka frá biblíunni? Höfðu Valdensar sem voru drepnir fyrir að eiga biblíu sínar eitthvað að vinna með því að bæta við eða taka frá orði Guðs? Málamiðlun var það sem rómversk trú vildi. Hefðu Valdensar bara fylgt páfanum, hefðu líf þeirra verið miklu auðveldari. En þetta var líf þeirra og sál. Þeir umfram alla myndu ekki vilja breyta einum einasta staf í orðinu og þeir borguðu fyrir þetta með lífi sínu. Hvað með fræðimennina eins og í Alexandríu í Egyptalandi? Við vitum nú þegar þá. Þeir gátu ekki einu sinni fengið fáeina texta til að ríma saman. Hvernig getum við trúa því að þeir hefðu varðveitt orð Guðs? Siðbótin á þessum kristnu Valdensum í frönsku Ölpunum, siðbótin á þeim mikið að þakka. Þeir varðveittu orð Guðs fyrir okkur í gegnum aldirnar. En spurningin er ennþá þessi:
Hvernig er mögulegt að Guð sé einn og samt þrír? Í hvaða skilningi er Guð einn og í hvaða skilningi er Guð þrír? Skulum lesa nokkra texta sem varpa ljós á það. Takið eftir í 1. Mósebók 2:24. Hér er ekki verið að tala guðdóminn, heldur mannin. Það hjálpar okkur hins vegar að skilja í hvaða skilningi Guð er einn. Og það segir þarna: þess vegna yfirgefur maður föður sína og móður sína og býr við eiginkonu sína svo að þau verði eitt hold. Og hvað þýðir þetta? Það þýðir ekki að þau séu ein persóna, heldur að þau séu í einingu. Þau eiga fullkomlega að sameinast í eitt, þannig að þau séu sem einn maður. Þau eiga að vera í sátt og þau eiga að vera samstíga. Með öðrum orðum, tölulega eru þau augljóslega tvær persónur, en hvað varðar einingu eru þau eitt. Svo er mögulegt fyrir tvær persónur að vera eitt, auðvitað. Svo er það mögulegt fyrir tvær persónur, hvernig geta þá 3 persónur, geta þær ekki líka verið eitt, ef að 2 persónur geta verið eitt? Og nú skulum við taka eftir því sem að Jesús hafði að segja. Hann var enn skýrari þetta í Nýja testamentinu. Matteus 19:4-6. Hann svaraði: Jesús er að tala við leiðtoga gyðinga og hann segir: hafið þið lesið að skaparinn gerði þau frá upphafi karl og konu og sagði: fyrir því skal maðurinn yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau 2 skulu vera einn maður. Takið eftir að þau 2 skulu verða einn maður, og nú er Jesús mjög ákveðinn í þessu og hann segir: þannig eru þau ekki framar 2, heldur einn maður. Þannig að eiginmaður og eiginkona eru 2, en Jesús sagði að þau séu ekki lengur 2, þau eru eitt. Takið eftir hér í Galatabréfinu 3:28 að það segir: hér er enginn gyðingur, né grískur, þræll, né frjálsmaður, karl, né kona, þér eruð allir eitt í Kristi Jesú. Við erum öll eitt. Og það sem Páll póstil á við þegar hann segir að við séum öll eitt í Kristi Jesú er að við erum öll eitt í þeim skilningi að vera sameinuð. Við erum margir limir eða persónur en eitt í Kristi. Á sama hátt eru eiginmaður og eiginkona 2, en þau eru samt sem áður eitt. Og þegar við sameinumst Jesú Kristi erum við eitt. Við erum eitt hvað varðar einingu. Og þegar Biblían segir að Guð sé einn, þá er hún að tala um einingu. Þegar Biblían talar um að þau séu 3, þá er hún að tala um 3 persónur í þeirri einingu. Og nú vilja margir halda því fram að brautryðjendur aðventshreyfingarinnar hafi ekki tileinkað sér kenninguna um þrenningu, að guðdómurinn sé einn en 3 persónur. Menn benda því til stuðnings að kenningin um þrenninguna hafi ekki komið fram í grundvallarkenningum aðventista fyrir árið 1921 eða fáeinum árum eftir Ellen G. White lést árið 1915. Þeir vilja meina að þessi kenning hafi verið laumað inn á þessum tíma en að brautryðjendurnir hafi ekki tileinkað sér þessa kenningu. Mér langar því að koma með nokkra tilvitnanir í Ellen G. White hér í lokin til að varpa ljósi á hvað hún trúði varðandi þetta. Hún vissulega notaði ekki orðið þrenning í sínum skrifum, en skilningur hennar kemur klárlega í ljós í skrifum hennar. Og svo fyrsta sem ég ætla að nefna hér er tekin úr Review and Herald 15. ágúst 1907. Hún er að fjalla Hebreabréfið 1 og 2 og hún segir þetta: staða Jesú Krist gagnvart föður sínum er sýnd. Þótt þeir séu eitt í tilgangi og eitt í huga, þá eru þeir 2 í persónuleika. Megum við ekki læra af þessu að það á að vera eining milli trúara. Og sjá þau til það sem hún er að segja, þetta eru 2 aðskildar persónur, en þarna segir hún, getum við ekki lært eitthvað af því að jafnvel haft einingu okkar á milli, þótt við séu mörg. Í annarri fulleringu sem við finnum í Ministry of Healing á blaðsíðu 421 og 2 segir hún þetta: ritningarnar gefa skýrt til kynna tengslin milli Guðs og Krists,
Það sýna jafn greinilega persónuleika og einstaklingsbundin eiginleika hvers og eins. Það gefur að Jesús og Faðirinn hafa persónuleika og einstaklingsbundin eiginleika. Og hún heldur áfram að segja, persónuleiki föðurins og sonarins, einnig einingin sem ríkir á milli þeirra er kynnt í 17. kafla Jóhannesarguðspjall í bæn Krists fyrir lærisveinum sínum. Einingin sem ríkir á milli lærisveina Krists eyðileggur ekki persónuleika hvers og eins. Þeir eru samt mismunandi persónur. Og hún hélt áfram að segja, þeir eru eitt í tilgangi, huga, persónuleika en ekki í persónu. Þannig eru Guð og Kristur eitt. Og í bókinni Evangelism á blaðsíðu 615 segir hún, huggarinn sem Kristur lofaði að senda eftir að hann steig upp til himins er andinn í allri fyllingu guðdómsins, sem opinberar kraft guðlegrar náðar öllum þeim sem taka á móti og trúa á Krist sem persónulegan frelsara. Það eru 3 lifandi persónur í himnesku þrenningunni. Í nafni þessara 3 miklu máttar, Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi. Hún heldur áfram á blaðsíðu 617 og segir, heilagur andi hefur persónuleika, annars gæti hann ekki borið vitni fyrir anda okkar og með anda okkar, fyrir anda okkar og með anda okkar, að við erum börn Guðs. Hann verður líka að vera guðleg persóna. Annars gæti hann ekki rannsaka leyndardómana sem eru huldir í huga Guðs. Því að hver meðal manna veit hvað mannsins er nema andi mannsins sem í honum er. Þannig hefur heldur enginn komist að raun hvað Guðs er nema Guðs andi. Neðar á sömu blaðsíðu segir hún, höfundur hins illa getur aðeins verið haldið í skefju með krafti Guðs í 3. persónu guðdómsins heilags anda. Og ástæðan fyrir því að ég er að lesa þetta er svo að margir nú til dags segja að heilagur andi sé bara áhrif eða kraftur, að hann sé ekki persóna. Ellen G. White gerir það ljóst að Faðirinn og Sonurinn er ekki aðeins persónur, heldur er heilagur andi, hann er líka persóna, eins og Biblían líka gerir. Hann er 3. persóna guðdómsins. Takið eftir að Ellen White hefur þetta að segja í bókinni Þrá aldana á blaðsíðu 502. Aðeins fyrir máttuga atbeina 3. persónu guðdómsins sem ekki myndi koma með bældu afli heldur í fyllingu guðlegs valds var hægt að standa gegn syndinni og sigra hana. Það verðst ekki fyrir henni að heilagur andi er 3. persóna guðdómsins. Svo ef einhver segir þér að heilagur andi sé bara kraftur, að Jesús er lægri en Faðirinn, þá er hann ekki fullkomlega Guð. Þá þurfum við að loka fyrir slíkt. Hún segir heilagur andi hefur persónuleika, hann verður líka að vera guðleg persóna. Hann er Guð. Nú spyrja líklega einhverjir, hvað skiptir þetta máli? Hvort þú trúir á þrenningunni eða ekki? Er ekki í lagi ef þú trúir því að Guð sé bara ein persóna? Hvers vegna er kenningin þrenninguna mikilvæg? Í fyrsta lagi er gott að vita að við höfum ekki aðeins einn almáttugan kraft sem starfar í okkar þágu. Við höfum ekki aðeins 2 heldur 3 sem starfa að því að vinna sigur í lífi okkar, í lífi fólks Guðs í þessum heimi. Nú annað sem verður að hafa í huga. Biblían útskýrir að Guð er kærleikur, en til þess að kærleikur geti verið til þarf að vera gefandi og þiggjandi. Til þess að elska þarf að vera einhver til að elska. Hvað myndi gerast ef Guð hefði einhver tíman verið aðeins ein persóna? Einhver tíman í löngu fyrir sköpunina að hann hafi verið ein persóna. Hvert gæti Guð þá beint kærleika sínum? Kærleikur getur ekki verið til með aðeins einni persónu. Nema að þú talir sjálfselsku. Sjálfselska er kjarni syndarinnar. Og þannig er þrenningin nauðsynleg fyrir að kærleikur geti átt sér stað áður en nokkuð í þessum alheimi var skapað. Og augljóslega eru margar spurningar þrenninguna sem við höfum ekki svör við, eins og hvaðan komu þeir eða
Hvað voru þeir að gera eiginlega áður en þeir sköpuðu nokkuð? Ég veit það ekki. En við höfum nægar upplýsingar til að vita að þeir eru 3. Þeir vinna okkur til góðs, þeir tryggja kærleikann og einhver tíma munum við geta búið með þeim í eilíðinni. Og talandi eilíðina, okkur sagt að í eilíðinni munum við rannsaka alla hluti. Páll sagði að þekking vor í mólum, en þegar hið fullkomna kemur, þá líður það undir lok sem í mólum. Ef þess var krafist á okkur að við hefðum allan skilning á þessu nú, hvernig getum við þá haldið áfram að læra og aðeins dýpri þekkingu í eilíðinni? Þetta það sem ég langar að skilja eftir með okkur hér í dag. Takk fyrir.